Góðan daginn öllsömmur. Mig langar til að bjóða ykkur hjartanlega velkomin á málstofu þróunarmál og neyðaraðstoð sem haldin af Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands í samstarfi við námsbraut í mannfræði og utanríkisráðuneytið. Og eins og mörg ykkar kannski vita að þá þetta önnur málstofan af 4 sem að koma innan þennan málaflokk og verðar haldnar á 50 í þessari stofu. Þannig ég hvet ykkur til að hafa augun opin fyrir næstu 2 málstofum. En það mér alveg sérstök ánægja að kynna fyrirlesaran okkar í dag, Þórdísi Sigurðardóttur, staðgengil framkvæmdastjóra Þróunarsamvinnustofnunar Íslands. Eins og mörg ykkar örugglega vita hér inni þá hefur Þórdís alveg gífurlega yfirgrafsmikla þekkingu á þessu málaflokki frá mörgum hliðum. Hún hefur starfað á Þróunarsamvinnustofnun Íslands í marga áratugi og gegnt þar margvíslegum trúnaðarstörfum og þar að auki hefur hún kennt við Háskóla Íslands, meðal annars í þróunarfræðunum á meistara- og doktorstigi. Og Þórdís hefur líka árabil verið mjög virk í því að kynna málefni þróunarlanda fyrir almenningi í gegnum margvísleg kennslu og upplýsingarit. Og hún hefur samið og ritstýrt upplýsingarefni af margvíslegu tagi. Og hún hefur líka gefið út og skrifað fræðilegt efni, tekið virkan þátt í alþjóðlegu ráðstefnum og fundum sem og skipulagt og staðið fyrir minni og stærri viðburðum. Og svo hefur Þórdís líka beina reynslu af því að starfa á vettvangi þróunarsamvinnu í ólíkum löndum Afríku. Í þessum fyrirlestri í dag sem ber nafnið Kynjasamþætting á réttri leið ætlar Þórdís að fjalla mikilvægi kynjasamþættingar í þróunarstarfi síðan hún fór að verða mikilvæg fyrir 2 áratugum síðan. Og Þórdís ætlar að velta upp hverju kynjasamþætting hefur skilað og hver staðan nú. Og Þórdís ætlar að tala í svona rúmlega 30 mínútur og síðan höfum við tíma fyrir umræður og vangaveltur út frá þessu viðfangsefni. Og ég ætla þó ekki að hafa það lengra heldur að bjóða þig, Þórdísi, velkona. Takk fyrir, takk kærlega. Komið öll sæl og ég þakka þér fyrir, Kristín, fyrir þína kynningu. Komið öll sæl og blessuð og gaman að sjá ykkur hér í dag og alltaf gott að vita að það áhugi fyrir þessu málefni. Ég tók að mér að fjalla kannski dálítið svona afmarkað málefni í dag. Það ekki mikil tími, rúma 30 mínútur. Dálítið afmarkað líka vítt eftir hvernig á það litið sem kynjasamþætting. Og ég seti upp þessa spurningu, erum við á réttri leið með hana? Þetta nú bara svona partur af kynningur eins og kynninga á hvað ég ætla að fjalla Sem sagt, við erum núna í 20 ár búin að vera að halda því fram að við séum að vinna að samþættingu í þróunarmálum og það sem mig langar að gera svona aðeins að fara yfir. Hvað höfum við gert? Hvernig hefur það tekist og hvaða ályktanir getum við dregið af því. Ég held að sé líka mjög mikilvægt að gefa rúman tíma fyrir umræður. Það hér fullt af fólki sem hefur örugglega mjög margt fram að færa í þessu samhengi og gott að heyra skoðan og taka þátt í skoðanaskiptum málefni. Þannig að ég vind mér í þetta. Mér langar aðeins að því ég nú svona svo mikill Íslendingur og þeir þurfa alltaf aðeins að byrja á sögunni og ég ætla að rétta svona tæpa á sögunni rétt áður við förum lengra og það í fyrsta lagi þegar maður horfir tilbaka í þróunarsamvinnuna þá það þannig að lengi framan alveg fyrstu kannski 20 árin þá var ekki mjög mikið verið að voru menn sem að tók ákvarðanir í þessu málaflokki ekki mjög mikið að velta fyrir sér svona jafnréttismálum eða bara yfir höfuð konum. Ég las það einhvers staðar að það hefur verið það bil kannski 1% af textum sem að voru gefnir út fyrir 1970 sem að fjölluðu eitthvað málið. Þannig að þetta var svona fólk af sér kannski þeir sem að unna þessu málefni að fjölskyldan væri svona nokkurn veginn eins og eftirstríðsfjölskyldan var á Vesturlöndum
Karl og eiginkona hans og börn og það væri nóg að snúa sér til fyrirvinnunar með málin. Og konur voru svona þarna einhvers staðar í svona sem einhvers konar viðhengi við karla og það má alveg halda því fram að þróunarsamvinna hafi framan af eingöngu verið, eða nánast eingöngu verið fyrir karla og eingöngu unnin af körlum, eða alltaf því. Þetta var mjög karllægur vettvangur. Kannski eitthvað sem að hefur loðað áfram við þennan vettvang. Ég fór ekki að fullyrða það, það mætti þó halda því fram. Það var, sko ef við setjum okkur til ásins 1970 og þau okkar sem munum þann tíma vitum að hann var dálítið ólíkur þeim tíma sem við lifum í dag. Það var svona mikil svona meðvitund svona félagsleg réttindi fólks og dálítið róttækni almennt á Vesturlöndum og líka víðar í heiminum. Og það er svona í því umhverfi, við erum að tala um 68 kynslóðuna, stúdentarhreyfinguna og svo framvegis alla þá fræðimenn sem voru að skrifa á þeim tíma. Það er í því umhverfi sem að raunverulega sprettu fram hreyfing kvenna sem voru ýmist að vinna innan þróunarstofnanna eða svona í tengslum við þær í einu öðru formi, sem að vöktu sér athygli á því að þróunarverkefni hefur raunverulega öðruvísi áhrif á aðstæður kvenna en karla eða gætu haft það. Og ég nefni hérna þetta frumkvöðlaverk Boserup sem hefur auðvitað alveg verið gagnrýnt síðan, svona eiginlega fyrsta verkið sem sýnir fram á þetta og var svona empirísk stúdía sem hún gerði og gaf út árið 1970. Svona kannski má segja hafi hleypt af stað þessari umræðu að fullri alvöru að við þurftum að skoða þróunarsamvinnu og framlög til málaflokksins í því samhengi. Nú, það sem að kannski þessi fyrsta baráttuhreyfing barðist fyrir var að benda á það, kannski fyrst og fremst að þetta væri spurningu félagslegt réttlæti. Að bæði konur og karlar fengi að njóta góðs af framlögum og að þáttaka kvenna væri mikilvæg og það væri beinlínis þegar væri verið að ganga fram hjá þeim að þá væri beinlínis verið að oft á tíðum að draga úr lífsgæðum þeirra sem ju ekki markmið þróunarsamvinnu að draga úr lífsgæðum einhverja hópa. Til dæmis með því að beina stuðningi til karlana og ekki kvennana sem orðið til þess að þær höfðu minni möguleika á að afla sér lífsviðurværi sem áður. Nú það var svona þessu samhengi sem að svona sérstök kvennaverkefni urðu til. Það var mikið af þeim sem fór að stað í svona á 8. áratuginum og svona fram eftir næstu kannski 10-20 árum. En annað sem var líka mjög mikilvægt var löggjöfin og svona ýmsar formlegar breytingar sem urðu á löggjöf margra landa í tengslu við þessa baráttuhreyfingu. Þessi nálgun skildi hins vegar eftir mikilvæga spurning, þannig svo hver rótin af þessu misrétti sem að konur og karlar búa við í mörgum löndum heimsins. Hvernig stendur á því að það svona kynbundið til dæmis aðgangur að gæðum í heiminum og að völdum. Ég vil aðeins bara tæpa á hlutverki kvennaráðstefnanna því að þær höfðu mikilvæg kvennaráðstefna Sameinuðu þjóðanna. Ég tel að þær hafi haft mikil áhrif á umræðinu og hafi minnst ásti framan af hafi virkað sem hvatning fyrir konur allstaðar að úr heiminum að fá vettvang til að tala saman. Það var ekki mikið áður, ekki mikið slíku vettvangur í boði fyrir svona baráttuhreyfinga kvenna og jafnréttisfólks. Fyrsta slíka ráðstefna var haldin 1975 í Mexíkó og það var í rauninu svona kannski fyrsta skipti þá sem var viðurkennt að konur ættu að njóta góðs af þróunaraðgerðum ekkert síður en karlar. 10 árum síðar, það sem gerist í kjölfari var það var ákveðið að hafa sérstaklega kvenna áratug milli áranna 75 og 85 og það var svona í framhald af þeim áratugi sem að UNIFEM var stofnað. Ég held í lokans, ég man ekki alveg ártalið, var það ekki, já, og var svona
líka ákveðin viðurkenning á vettvangi Sameinuðu þjóðanna fyrir hlutverki kvenna í þessu samhengi. Nú þessum áratug lauk með þriðju kvennaráðstefnu sem var haldin í Nairobi 85 og þar í rauninni svona í framhald af henni og svona í úrvinnslunum henni þá fyrst talað kynjasamþættingu og það svona fyrsta skrefi sem tekið þá. Mér langar að segja ykkur frá því þessar 4 konur þarna upp í horninu, þessar myndir nú bara frá þessum ráðstefnum. Þetta eru framkvæmdastjórar fyrstu 4 kvennaráðstefna Sameinuðu þjóðanna. Þær eru frá 4 heimsálfum, frá Evrópu, Asíu, Ameríku og Afríku og eru svona kannski til vitnis það að kvennabarátta ekki bundin við Vesturland. Hún er alþjóðleg. Nú 4. kvennaráðstefna Sameinuðu þjóðanna, hún raunverulega markaði, myndi ég segja, upphaf þessu kynjasamþættingar, að kynjasamþættingu sem aðferð í þróunarsamvinnu. Og það var svona þessi ráðstefna sem fór fram í Peking var eiginlega einhvers konar hápunktur kannski að mörgu leyti í kynjaumræðunni á sínum tíma og hefur jafnvel verið það allt fram til þessa dags. Kynjasamþætting hefur raunverulega síðan orðið að minnst í orðikvæðinu svona einhvers konar leiðandi aðferð í jafnréttisstarfi þróunarstofnana og landa, því að það ber að við huga undir ályktunina sem að gerð var á Pekingráðstefnunni skrifuð leiðtogar 189 ríkja, 12 skrefa áætlun jafnrétti. Þannig að það líka sameiginleg niðurstaða leiðtoga heimsins. Nú, mér langar aðeins að segja frá því að í tengslu við þetta var til svona ný nálgun í þróunarumræðunni sem hefur verið kölluð stundum kyn og þróun, gender and development, sem tengist þessu mjög. Þetta er fyrst og fremst í Bretlandi sem kannski má rekja uppruna þeirra nálgunar, en hún tengist mjög samþættingu. Ég set þarna upp í horni mynd af henni Caroline Moser sem margir þekkja og er ein af forystu konum á því sviði. Og þetta sjónarhorn, það svona gagnrýndi þetta fyrir að sjónarhornum fyrir það fyrst og fremst að það einangraði sem að segja bæði vandann og lausnina hjá konum, lita á þetta sem kvennamál og þannig væri ekki hægt að vinna jafnrétti til framtíðar. Það væri ekki nóg eins og þarna stendur að bæta konum við þróunarferlana, heldur þyrfti að greina tengslin og skoða hvað það sem veldur og viðheldur ójöfnuði í tengslum við kynin og sem að verður til þess að konur einhvern veginn hafa alltaf minni tækifæri, færri tækifæri og svona minni möguleika heldur en karlar að komast svona að kjötkvæslunum í víðri merkingu þess orðs. Þetta sjónarhorn lagði mikla áherslu á það að það þurfi að endurmóta þetta ferli og reyna að vinna þannig að það tryggi hagsmuni beggja kynja. Nú, mér langar bara svona aðeins áður við höldum að ég fer svona áfram í niðurstöðnar og þá langar maður aðeins að segja hvað er samþætting? Flest ykkar kannski þekki það ágætlega en svona í mjög stuttu máli þá er samþætting aðferð sem að nýtist í þróunarstarfi og líka í öðrum samhengjum til þess að vinna því að bæði konur og karlar fái framlög og auðurinn skiptist á sem jafnastan hátt á milli kynjanna og bæði hagsmunir beggja kynja séu hafðir í huga og líka svona kannski skilningur þeirra lífsviðhorf. Þú veist að það sé ekki bara, þetta er ekki bara svona efnahagslegt sjónarhorn. Nú, jafnframt felur samþætting í sér viðurkenningu á því að það eru engar þróunaraðgerðir kynhlutlausar, jafnvel þó þær virkið af vegagerði eða eitthvað svona, að þá eru alltaf félagslegar afleiðingar af öllu sem gert er og við verðum að hafa það í huga, alveg sama hvað
við tökum þátt í, hvað inngripum við tökum þátt í, þá eru alltaf einhverjar samfélagslegar afleiðingar sem mikilvægt er að vera sér meðvitaður um. Samþætting felur líka í sér ákveðna aðferðafræði, sem sagt að stefna, aðgerðir, mælingar á aðgerðum, að þetta sé bæði skipulagt og skráð, þannig að mæla eitthvað mismun, þannig að við höfum í höndunum gögn sem að rauninni séu að mæla það sem að við erum að leita eftir. Það er ekki nóg að tala um þetta, það þarf líka að hafa raunverulegar aðgerðir og raunverulegar greiningar á hvað það er þýða. Svo auðvitað þetta, það er gert ráð fyrir því að svona kynjasjónarhorn móti bæði inntak, aðferðir og afraksturinn að útkomun af því sem gert er og að hún skeri þvert á alla geira. Kynjajafnrétti er þannig í rauninni bæði litið á sem sérstakt þróunarmarkmið en líka liði að ná í rauninni öðrum markmiðum og þar á meðal raunverulega öllum öðrum markmiðum ef út í það er farið. Þannig að þetta er bæði mjög þverlægt en líka sérstakt og það er auðvitað mismunandi, það er auðvitað mismunandi hvernig nákvæmlega þetta er útfært og ég ætla ekki að fara um einhverja tæknileg tala um það, en það er hægt að sjá samt tvö svona megin sjónarhorn í þessari umræðu samþættingu. Annars vegar svona samþættingar sjónarhorni sem gengur út á það að sem sagt, við getum samþætt kynjamálin inn í allt sem við gerum, en við erum raunverulega ekkert að takast á við spurningar þróun sem markmið. Við erum ekki að takast á við spurningunar að þróun sé æskilegt markmið. Við erum bara að hugsa hvernig við getum, þetta er svona, tiltölulega einfalt held ég að útskýra það, hugsa hvernig við getum innlimað í það sem fyrir er. En það eru líka svona samþættingar sjónarmið greinileg hjá sumum sem að draga fram að við þurfum líka að skoða markmiðin. Við þurfum líka að skilgreina upp á nýtt. Hvað vill fólk? Hvað vilja konur og karlar? Er það endilega það sem við heimsbúarnir eða við sem búum á þessum heim í dag viljum stefna að stækka bara alltaf, hagkerfi stækka kökuna eins og sagt er stundum, eða viljum við eitthvað allt annað. Þannig að þetta eru svona kannski tvö sjónarmið sem eru mjög áhugavert að fylgjast með í samband við samþættingar umræðuna. Svo auðvitað bendi ég bara þarna á að samþætting er alltaf, samþætting er ekki markmið. Hefur aldrei verið markmið og verður aldrei markmið, heldur er þetta fyrst og fremst leið, aðferð, miðill, ferli. Þetta er sem sagt leið til að ná markmiðum jafnréttis og endanum er það sem að sker úr hvernig tekst til. Samþætting það er þannig í dag að það er sem sagt gerð krafa það að stofnanir, líka innlendar stofnanir í hverju landi, taki á þeim kerfum sem sagt viðhalda svona mismunun, kynbundinni mismunun. Þar að leiðandi þurfi að breyta innviðum kerfana, okkar eigin valdakerfa inn í hinum ólíku stofnunum og bara alveg niður á jörðinni, ekki bara svona í hátíðaræðum. Og það er þannig alþjóðasamfélag, það hefur raunverulega skuldbundið sig til að gera þetta. Það hefur gert það í stórum alþjóðlegu ráðstefnum, það hefur gert það í svona ályktunum sem gerðar hafa verið og í margs konar samningum. Þannig má segja að í dag þá er í raunverulega samþætting innbyggt í stefnumörkum flestra þróunarstofnana og líka margra landa. En ég vek hérna athygli á að stefna er svona kannski það sem getur kallað fyrsta stig pólitískra skuldbindingar. Það er ekki allur sannleikurinn. Framkvæmdin nefnilega er eftir og svona eftirfylgni með framkvæmdinu og það krefst pólitísks vilja. Og það er nú mjög þekktur þróunar sérfræðingur sem heitir David Moss sem hefur skrifað mikið sem hefur einmitt sagt framkvæmd fer yfirleitt ekki eftir stefnu, heldur notar hún stefna til
til þess að rökstyðja að það sé rétt það sem maður er að gera, sem að byggja svo einhverjum allt öðrum hugsanlega ástæðum. Það er spennandi umræða. Nú aðeins benda á það líka að samþætting það er ekki endanlegt samkomulag þessa aðferð, hún hefur verið gagnrýnd meðal annars fyrir það að beina athyglinni frá konum að kyni og þar með sé ákveðin hætta á að þessir hagsmunir kvenna verði ósýnilegir og að þú veist að það sé hægt að nota raunverulega samþættingu til þess að beina athyglinna frá jafnrétti þar sem sá vilji er fyrir hendi og jafnvel að afneita ójafnrétti eins og ég hef mjög oft orðið vör við að þú veist að fólk að þú veist jafnréttismál séu þá veist að bæði kyni standi jafnfætis og þar með geti það verið þar með afneitu ákveðnu forskoti sem að karlar hafa að þegar kemur að valdi stjórn á gæðum og svo framvegis. Þannig hafa verið þeir fræðmenn sem að til dæmis eins og Moser og fleiri sem hafa sagt áherslan hefur verið svolítið að færast frá konum að kyngerfi og kannski þaðan bara aftur til karla og jafnréttismál að verða kannski ekkit síð karlamál en kvennamál. Nú, hvernig hefur tekist til? Það má segja það að það er búið að gera mikið af rannsóknum og svona úttektum á samþættingar aðferðinni eða á í rauninni því sem hefur gerst á síðustu 20 árum og allavega það sem ég hef séð þá er mjög víða dregin upp mjög dökk mynd af árangri. Það virðist vera þannig, auðvitað er alltaf eitthvað mismunandi, það virðist vera þannig að það er framkvæmdin sem er vandamálið og og svona gjáin sem er á milli stefnu þeirra sem sita og vinna stefnuna og finnst þeir vera að gera góða hluti og það er svona ára kynjajafnréttis yfir allri umræðinu og svo framvegis. Það er eiginlega allir búin að móta og marka og móta stefnu, búa til alls konar leiðbeiningar og svo framvegis. En svo þegar það kemur að framkvæmda þá er kannski skortur á kunnáttu, það er skortur á vilja og það er skortur á skuldbindingu og jafnvel skilningi. Og svo kannski eitt sem að líka hefur verið bent á, það ber einhvern veginn allir ábyrgð sem að getur orðið til þess að enginn ber hana. Vegna þess að hún er ekki staðsett. Við eigum bara öll að kunna þetta og þá er kannski svolítið þægilegt að við erum að takast á við margskonamál og þá er þetta eitt af þeim sem kannski er ekki svo mikilvægt. Þess vegna spyr ég þarna hversu mikið af þessu er breytt orðræða og hversu mikið eru raunverulega breytingar. Það má allavega velta því fullri alvöru fyrir sér. Þetta er skýrsla sem að Þróunarbanki Afríku gaf út, sendi frá sér 2012 eftir að hafa skoðað fjöldamörg verkefni og sýnir þetta. Það er allstaðar sama sagan. Það vantar stuðning bæði meðal æðstu stjórnenda, ekki að því séu á móti þessu. Það er eiginlega enginn á móti jafnrétti svona þegar talað er jafnrétti. En það er bara svona þetta að, svona hvað maður segir, make the effort sem er kannski vantar stundum. Það vantar fjármagn. Oft þá er ekkert verið að fylgjast með árangri, til dæmis í gegnum fjármálakerfinu, önnur eftirlitskerfi sem væri mjög auðvelt að gera. Verklag á þessum toga, það er við byrjum og svo bara erum við komin á einhvern annan stað og bara hættir til að gufa upp og það sita kannski eftir bara nokkri sem að finnst þetta mikilvægt sem að halda áfram að vinna með þessa aðferð. Nú það er líka mikið talað það í dag og við erum ábyggilega að sjá meira það. Svona mata árangur er svo ósamræmt og það er svo yfirborðslegt að kannski þarf að það einmitt að gera verulega bragarbót á þannig að sé hægt að skoða í úttektarskýrslum og svo framvegis með einhverjum samræmdari hætti hvað þið verða að gera. Nú svo eru þetta samstarfsaðilar misáhugasamir og svo framvegis. Nú bara svona rétt í lokin þá langar mig til að fara aftur að kvennaráðstefnunum. Mér finnst það nefnilega svolítið athyglisvert í þessu ljósi að það hafa verið kvennaráðstefnur haldnar á 5 ára fresti, svona þessar alþjóðlegu, síðan 1975. En mér skilst það ekki halda neina árið 2015 og leiðrétti mig það er rangt. En
ég get aðeins skilja það sé einhverjum ótta við afturför frá Pekingráðstefnunni 95 og hér stöndum við nú 20 árum síðar og mér finnst það svona kannski tímanatakt fyrir hvar við erum stönd með þetta. Nú það er líka hægt að segja að það hafi ekki tekist að samþætta kyngervi í þróun nema mjög takmörkuðu leyti og svona hér og þar en ekki svona samrænt. Og alls ekki hefur okkur tekist að breyta sýnin á þróun, ég held að það sé nú alveg á hreinu, en það mun róttækara kannski viðhorf. Þetta er það sem að hefur verið, það sem við getum sýnt svona yfir það heila, hvað er mikið af þróunarstarfi sem að tekur tillit til jafnréttismála og samkvæmt nýjustu útreikningum OECD-DAC þá er það í kringum 36%, þar af innan við 5% sem að hefur jafnréttismál sem svona megin markmið. Það er auðvitað ekki hægt að segja ekkert hafi verið gert, það er ekki rétt, en það er kannski minna heldur en vonir stóðu til 1995. Nú Ísland hefur auðvitað skuldbundið sig til þess að taka þátt í þessu og við höfum allar þessar stefnur alveg, við höfum það alveg gulltryggt frá allt frá lögum og niður í einstök verkefni sem við erum að vinna í, að við viljum vinna að jafnréttismálum og að við viljum samþætta jafnréttismál í allt okkar starf. Við höfum allar þær aðferðir sem við þurfum til þess að gera þetta. Við getum kynjagreint við undirbúning, við getum samþætt við framkvæmd, við getum beitt kynjaðri fjárhagsgerð og við getum unnið jafnréttismat við eftirlit og úttektir. Ég ætla bara að skoða þetta síðasta eftirlit og úttektir. Það hefur einu sinni verið gert jafnréttismat á verkefni þarna SSÍ og það var gert að frumkvæði bara starfsmanna inn í verkefninu árið 2011. Þar komu sambærilega niðurstöður eins og við höfum séð í fjölda annarra úttekta sem hafa verið gerðar á alþjóðlegu þróunarstarfi. Jú, það fólk hafði svona tilfinninguna væri verið að vinna eitthvað í þá jafnréttis en það vantaði alla kerfisbundna mælikvarða og það var mjög erfitt að meta áhrifin. Við auðvitað ættum að læra þessu og reyna að bæta okkar vinnulag með tilliti til þessa ef að við ætlum okkur að fara eftir öllum þeim stefnum sem við höfum njörfað þetta niður. Sem sagt, þetta eru mínar niðurstöður, ég ætla að tala til 12:30. Samþætting hófst sem róttæk hugmynd. Ég held að það sé engin spurning. Þetta var mjög róttæk hugmynd, fólk sem hafði virkilega voru eldhugar á þessu sviði og sem hafði séð hvað það var óskaplega eitthvað einangrað það sem var verið að gera í þágu fátækra kvenna og við megum ekki gleyma að við erum að tala fátækt fólk. Smám saman hefur þessi aðferð einhvern veginn breyst í eitthvað tæknilegt fix að má segja. Það eru margir sammála það gæti einhverju verið ósammála þetta líka. En það er alltaf mjög mikið af alls konar leiðbeiningum og svona reglum og svo framvegis en það er kannski ekki alltaf ljós markmiðin. Hverju ætlum við að ná fram og með á hvaða grundvelli dæmum við það sem við erum að gera sem á endanum hlýtur að vera sem sagt á áhrifum aðgerða fyrir fátækar konur og fátækt fólk. Nú svo má benda á það líka að kynjajafnrétti það er alltaf að keppa við önnur málefni, það er að keppa við þúsaldarmarkmiðin, umhverfismálin, alnæmismálin og svo framvegis og það vantar svona einhverja þættingu á milli þessara hluta. Tengslin eru lítil og fólk kannski hleypur svolítið og er að reyna að skoða þetta þarna og hitt þarna og nær kannski ekki yfirsýn. Nú eins og ég segi þá hófst þetta þessi róttæk hugmynd sem breyttist í svona ónákvæmt orðafar þróunarstofnana sem er mjög algeng afdrif róttækra hugmynda held ég megi segja og er ekkert sérstakt fyrir bara hugsa hugtak eins og sjálfbærni hefur kannski orðið fyrir svipum, ekki ólíkum breytingum. Lærdómurinn sem við getum dregið að samþættingu er eiginlega, mín niðurstaða er eiginlega svo að
og reyndar hef séð þá niðurstöðu víðar að í rauninni við getum eiginlega varla að tala lærdóm ennþá vegna þess að við höfum ekki framkvæmt samþættingu nema að svo litlu leyti að við eiginlega sittum og erum að vinna með upplýsingar sem eru ekki kannski alveg sanngjarnt að dæma út frá. Það er svona það sem mér finnst ég geta séð þessu og svo langar mér bara svona að hvetja ykkur svolítið með svona baráttu myndum kvenna víðsvegar úr heiminum. Konur vilja að rödd sín heyrist, það vilja hafa áhrif á samfélagið og á þjóðmálin og það vilja líka fá almennileg lífskjör og það er það sem er aðalatriðið að mínu mati.